kannski segja svona upp úr 2003 sem við vorum í stóru verkefni að taka á móti flóttafólki hérna, þá fjölgaði sjálfboðaliðum og svona upp úr því fórum að fikra okkur áfram með markaði, svona af og til, sem að heila bara hafa vaxið okkur yfir höfu núna og hérna, já, fyrir svona ári síðan þá eignuðustu þetta hús og höfum verið að vinna því að búa hér til, ég má segja, alvöru búð. Óttast ekkert að það fari ákveðin sjarmi af því einmitt þessu gramsi og grúski sem fólk sóttist eftir? Jú, við, svo sem hérna, ég óttast, við vitum að margt fólk hefur gaman að því að gramsa hjá okkur, en það kemur þá bara annar stíl á þetta og við sjálfur sér höfum hugsað okkur að reyna svona að verða við óskum þeirra sem hafa gaman að gramsa og vera þá áfram með svona flóamarkaði. Þannig að fólk getur komið og hérna fengið að gramsa hjá okkur. En tilgangurinn náttúrulega einhver ákveðin að gera meiri verðmæti úr þessu fatnaði sem ykkur berst, það ekki? Jú, það rétt. Ég segi nú stundu þegar ég kynni þetta fataverkefni að við séum að slá sko margar flugur í einu höggi og þá ég tala bæði umhverfissjónarmið að hérna nýta fatnaði betur og skapa vettvang fyrir þá sem hafa kannski minna milli handana að ná í góðan fatnað á sanngjörnu verði og svo framvegis en það hefur sýnt sig að mestur virðisaukinn eins og þeir kalla kemur úr þessum fatabúðum þar sem við getum selt allra bestu fötin. Þannig að það vissulega tilgangurinn og þetta er meðfram öllu hinu. Þetta er náttúrulega fjáröflunarverkefni fyrir Rauða krossinn. Hvað það að taka á móti miklum fatnað á ári svona sirka? Sko ég get sagt þér að á síðasta ári þá sendum við frá okkur hérna og við erum að tala um Akureyrarsvæði eða Eyjafjarðarsvæði, Akureyrarsvæði og reyndar Dalvík líka. Þá erum við að senda frá okkur svona 95 tonn, 9 stóra 40 feta gáma sem við erum að senda frá okkur. Hvert fara þeir? Þeir fara reyndar víða, mest bara til Evrópu, Holland, Danmörk, Þýskaland. Þýskaland held ég inni mest núna og þar erum við í rauninni að reyna að búa til penning líka. Þar eru bara alla sem að bjóða í hérna fatagám per tonn eða hvernig sem það er. Það einhver ein tegund af fatnaði eftirsóttari heldur en önnur í þessum útflutningi? Nei, ég kann nú ekki skila því að það sé eftirsóttara og veit í rauninni ekki nákvæmlega hvernig hérna farið með þetta úti en hérna. Þannig að þið setjið þetta óflokkað bara í gám og út með það? Já, í rauninni hérna komumst við nú nánast í gegnum að flokka, að fara í gegnum allan fatnaðinn og þegar við erum búin að fara í gegnum hann, þá fer hann í poka og aftur út í gám og fer þannig beint út til þessar aðlar sem ég nefndi. En það sem að fer hér svo inn í þessa nýju verslun, það kannski svona það verðmætast eða hvað? Já, svona, það kannski erfitt að segja, þetta er náttúrulega bara okkar mat, við kannski þekkjum ekki öll tískumerkin og svoleiðis en það sem okkur líst vel á og svona heyrum að kúninn spyr eftir, við reynum að hérna taka það frá og setja það í búðina hérna hjá okkur, já. Hvað ertu með marga sjálfboðaliða bara í þessu verkefni? Já, við fengum nú bara sko góðan hóp núna til að afgreiða henni í búðinni og hann telur svona 12, 15, 16 manns, konur, mjög góður hópur. Síðan höfum við náttúrulega verið með í móttökun og flokkun og afgreiðslunni á gamla hlutanum. Þar höfum við verið með einhverja, kannski svona 7-8 sjálfboðaliða sem þá að koma svona misjafnlega lengi í einu. En hvað gefur þetta af sér? Ertu með einhverja svoleiðis tölur? Ég man nú ekki alveg tölur á landsvísu sko, en ég get sagt sko, þetta skiptir milljónum. Við erum að auka sko, tekjurnar slógu hátt í 16 milljónir hérna hjá okkur. Vísu það þá ekki hagnaðurinn en það eru tekjurnar en kostnaðurinn heldur ekki sko, það ekki mikill launakostnaður að svoleiðis við þetta. Þannig að þetta munar talsverðu fyrir okkur. Hvað mikið opið hérna hjá þér? Við ætlum að hafa opið hérna í búðinni til að byrja með, virka daga, mánudaga og föstudaga, milli klukkan 1 og 5. Svo sjáum við til, okkur langar að lengja þetta, kannski klukkutími hvern enda til að byrja með þegar
við fáum nógu marga sjálfboðaliða til að standa vaktina.